Amen, dísi Guði. Og mér langar til að tala eftir þessa blessuðu orð sem að Gunnar minn kom með. Það langar mig til þess að tala bara í áframhaldi, það sem ég búin að vera að tala síðustu vikur. Við erum búin að vera að tala efni sem mjög svo spennandi. Þetta för Ísraelsmenna út úr Egyptalandi inn í Kanansland. Og þú gæti verið hér og spurt, af hverju leggjum við svona opaslega mikla áherslu á þessa frásögn? Og það rétt eins og Hilmar kom inn á áðan, þá frásögnin fyrir okkur. Hún sem viðvörun fyrir okkur. Við þurfum að horfa á þessa frásögn því hún andleg mynd fyrir kirkjuna í dag. Og þess vegna skoðum við þessa frásögn svona rækilega út af því að við getum tekið alls konar lærdóm úr þessari frásögn. Og reyndar svo mjög að þetta í rauninni ákveðin birtingamynd af okkar göngu með Guði. Og við vitum það að þegar við tökum á móti Jesú Kristi sem okkar persónulega frelsara, þá verðum við ný sköpun í Kristi. Má ég heyra amen? Við verðum ný sköpun í Kristi. En þá byrjar ferðalag. Og Biblían talar að hann frelsar okkur. Hann tekur okkur út úr fangilsi, fortíðar, syndar, dauða. Og við vitum það þegar við tökum á móti Jesú Kristi, þá hefum við líf, ekki bara í þessu lífi, við hefum líf af eilífu. En samt sem áður, þá í rauninni ferlið byrjað. Það bara rétt að byrja. Og við tekur, eins og Gunnar kom inn á, frásagnir eða bréf Páls til kirknanna var til þess að brýna kirkjuna. Var til þess að fá kirkjuna til þess að ganga fram í þeirri köllun sem hún var sett á hana. Til þess að hún myndi uppfylla það sem að Guð hafði áður fyrirbúið fyrir kirkjuna. Og vinir, það svo mikilvægt að við áttum okkur að því að við erum ekki bara frelsuð úr Egyptalandi. Það mikilvægt. Við erum ekki lengur þrælar. Og vinir, það svo mikilvægt að átta sig á því að við erum ekki lengur þrælar. Við erum frjáls. Við erum frjáls. Og það þýðir að framtíðin þín. Og þú getur svolítið ákvarðað hvernig þú tekur næstu skref út af því þú orðin frjáls. Og vinir, þeir fóru inn í eyðimörkina og eyðimörkin var líka bara frekar harður staður. Það var alls konar sem þeir komust í kast við, óvinna þjóðir, hungur og annað slíkt, en Drottinn sá fyrir þeim. Og vinir, þegar við erum nýfrelsuð, þá finnst okkur stundum býtu, af hverju ennþá svona mikið eftir í mínu hjarta? Af hverju ég ennþá að díla við ákveðna svona tilfinningar eða? Af hverju ég jafnvel að daðra við synd og annað slíkt? Af hverju ég ekki bara algjörlega frelsaður út af því þetta ferli? Og vinir, við þurfum að leyfa Guði að eiga við hjartað okkar. Og það sem hann gerir í eyðimörkinni, hann setur okkur í kringustæður til þess að koma í ljós hvað býr í hjartanu. Og við vitum það að þegar þau komu að Jórdan, að þá þurftu þeir að bíða í 3 daga sem mynd upp á það dauða, greftrun og uppreissu. Og til þess að þú komist inn í Kanansland, þá ákveðnir hlutir í þér sem að þarf að deyja. Það sem að þarf að deyja til dæmis minn vilji. Minn vilji ekki endilega besti viljin. Guðs vilji besti viljin. Og þegar við förum að deyja okkur sjálfum og við förum að deyja daglega, þá þurfum við að rísa upp í Kristi. Og svo vitum við að þeir fóru yfir Jórdan og það fyrsta sem þeir gerður voru að láta umskera sig á líkamannum, kallmenninir. Og við hugsum ofboðslega skrítið út að þau voru að fara að berjast við þjóðir, skrítið að byrja á umskurð. En ég ætla að segja ykkur það, vinir, við ætlum að fá lausn frá Guði, ef við viljum sigur í Jesú nafni, þá þurfum við að hlýða því sem að Guð hefur boðað. Og við vitum það að umskurð ekki núna á líkamannum, heldur vill Guð umskera hjarta okkar. Og Guð talar að hann vil taka úr þér steinhjartað og hann vil gefa þér hjarta af holdi og blóði.
sem að þýðir það að þegar þú gengur í gegnum einhverja kringumstæðnu í staðinn fyrir að harðna og vera beiskur og vera reiður, þá þurfum við að leyfa Guði að eiga við hjart okkar. Þannig við rísum upp og við getum haldið áfram. Í staðinn fyrir að vera bundin af reiði, depurð eða vondum tilfinningum, vinir. Og vinir, þegar þarna komið við sögu að þá eru þeir komnir inn í landið sem að Guð hafði gefið þeim. Og þau voru búin að upplifa alls konar og Guð var búin að eiga við hjarta þeirra. Og nú var komið að Jeríkó. Og vinir, við vitum það að Guð hefur ákveðið að við förum í gegnum alls konar kringumstæður, en það eru ekki til þess að skemma okkur eða sigra okkur. Guð hefur sett okkur í kringumstæður til þess að við lærum að sigra. Og vinir, við erum kölluð til að sigra. Við erum kölluð til þess að vera meira en sigurvegarar. Spurningin er bara hvernig við förum að því. Og ég vil nefna eitt í þessu sambandi því að það er mjög mikilvægt að átta sig á því. Eyðimörkin er í rauninni mynd upp á gamla sáttmálan. Gamli sáttmálinn var nákvæmlega það. Hann átti að búa Ísraelsmenn undir það sem að koma skal og var nauðsynlegur fyrir þann tíma til þess að búa til einkenni og svo framvegis fyrir þjóðina. En við vorum ekki kölluð til þess að lifa undir gamla sáttmálanum. Þess vegna kom Jesú. Og hann kom til þess að setja okkur frjáls raunverulega. Og hann sagði sjálfur, óvinurinn kemur til þess að stela, slátra og eyða. En ég kom til þess að gefa ykkur líf í fullri gnægð. Þannig að við þurfum að átta okkur á því að óvinurinn kemur til þess að stela, slátra og eyða. Hann vill halda þér í eyðimörkinni. Hann vill halda þér í gömlu hugsunni. Hann vill halda þér á gömlu slóðunum. En Guð vill gefa þér líf í gnægð. Halleluja. Og hann er trúfastur fyrir alla þá er ákalla hann. Og þegar þannig komum við sögu, þá langar mig til að fara hérna í smá reikningu sem er í Jósúa bók. 5. kafla, þeir eru komnir inn í landið. Loksins komnir inn í landið eftir 40 ár í eyðimörkinni. Og við skulum lesa saman í versi 13 og það stendur svo: einu sinni var Jósúa var staddur við Jeríkó og var litið upp. Kom hann auga á mann sem stóð andspænis honum með brugðisverð á hendi. Jósúa gekk til hans og spurði: hvort ert þú okkar maður eða fjandmannana? Hann svaraði: ég er hershöfðingi drottins og var að koma. Hvað gerði Jósúa þá? Jósúa féll þá til jarðar fram að ásjónu sína, laut honum og spurði: hvað skipað þú herra þjóni þínum? Hershöfðingi drottins, svaraði Jósúa: drag skó af fótum þér, því að staðurinn sem þú stendur á, hann er heilagur. Og Jósúa gerði svo. Þarna sjáum við Jósúa sem var bardagamaður í her drottins. Kallaði til þess að leið ekki bara líðin inn í Kanaansland, heldur taka landi til eignar. Og vinir, það er ekki nóg að vita fangelsinu opnu. Þú þarft að stíga út úr fangelsinu. Þú þarft að taka ný landsvæði. Þú átt ekki að vera sami maðurinn í gær. Þú átt ekki að vera sami maðurinn í dag eins og þú varst í gær. Og þarna var Jósúa örugglega einn kvöld í ímynda mér. Ég var búin allavega að sjá það fyrir mér. Hann stendur fyrir fram að Jeríkó og hann er örugglega að biðja. Hann er örugglega að leita Guðs. Því að það er mikil ábyrgð sem er á herðum Jósúa. Hann á að sigra allt landið og það eru fullt af þjóðum í landinu. Og hann stendur frammi fyrir Jeríkó og hann horfir upp og allt í einu sér hann það sem að Jeríkó múrarnir eru. Það er maður sem að stendur og hann er með brugðið sverð. Ég hafði orðið mjög hrædd. Og eðlilega spyr hann: ertu með okkur í liði, ertu með þeim í liði? Og vinir, örugglega hefur Jósúa verið með sverð á sér því að óvinurinn var ekki langt undan og maður getur ímyndað sér, honum hefur örugglega orðið hvert við. En vinir, Jósúa spurði strax: ertu með okkur eða ertu með þeim? Og vinir, ég ætla bara að segja ykkur núna, það er röng spurning.
Hlustið á mig. Við oft á tíðum þegar við stöndum frammi fyrir Jerikó, þá spyrjum við Drottinn, ertu ekki örugglega með mér? Ertu ekki örugglega með mér? Þú ert með mér, er það ekki? Ég stend frammi fyrir þessum kringumstæðum, ertu ekki örugglega með mér? Vinir, þetta er röng spurning. Spurningin er frekar, ert þú með honum? Það er rétt spurning. Ert þú með honum? Og vinir, þess vegna svaraði hann ekki Jósúa alveg beint. Spurningin er miklu frekar, ert þú með Drottni? Og vinir, í dag að það þurfa að gera köllun okkar og útvalningu vissa. Spurningin er ekki hvort að hann er með okkur. Spurningin er, eru við með honum? Og vinir, þegar hann áttaði sig á hver hann var, þá sagði hann, hvað viltu, hvað á ég að gera? Og vinir, það er spurningin sem við þurfum að biðja Guð þegar við stöndum frammi fyrir Jerikó. Hvernig viltu að ég höndli þessar kringumstæður? Og vinir, Guð er með áætlun. Við gleymum því stundum að hann leiddi okkur inn í Kanasland. Hann ætlar að leiða okkur í gegnum Kanaslandið og hann ætlar að hjálpa okkur að sigra hverja einustu múra. Má ég heyra amen? Og vinir, Guð tekur ekki bara af kringumstæðum, hann tekur okkur í gegnum kringumstæður. Því hann er trúfastur. Hann veit hvað hann er að gera. Hann er trúfastur, má ég heyra. Halleluja. Og vinir, þegar við áttum okkur á því, að þá áttum við okkur líka á því að þetta er ekkit mig. Þetta er hann. Og þegar ég áttum á því að þetta er ekki mig, að þá fer ég að hvíla í honum. Ég þarf að átta mig á því að hann er búin að kalla mig fyrir nákvæmlega þessar kringumstæður. Hann er búin að kalla mig þannig að ég á að geta farið í gegnum þessar kringumstæður. Og vinir, þegar hann er búin að kalla okkur að kringumstæðin, þá mun hann fara með okkur í gegnum kringumstæðunar. Og hann mun aldrei skilja þig eftir. Þitt DNA er breytt, þú ert ný sköpun í Kristi. Halleluja. Og meiri segja, hefur hann talað að þú átt arfleið með honum. Og vinir, hvað þýðir það? Þú ert erfingi. Alls þess sem að Guð hefur fyrir alla, það hefur hann fyrir þig. Má ég heyra amen. Þannig að þú ert erfingi. Takk Jesús. Halleluja. Vinir, Guð virkilega hitti mig fyrir, við vorum að lesa þessa frásögn, og við kirkja erum að lesa alla biblíuna, og þessi frásögn væri með það sem við vorum að lesa í þessari viku, og ég fór að hugsa, Drottinn er kannski eitthvað í mínu lífi sem er þannig að ég vil að hann kom og blessi mig, en ég er stundum ekki alveg meðvituð um það, er ég að blessa hann? Og vinir, við verðum að vera meðvituð að til þess að sigra það sem er framundan, þá þarf ég að vera í línu við Drottinn. Ég þarf að vera í hans vilja. Og vinir, ég má ekki vera bara að gera mitt. Ég verð að gera vilja hans. Og þegar ég átta mig á því að þá breytist eitthvað í mínu lífi. Og allt í einu fer að koma sigur. Allt í einu fer að koma blessun. Allt í einu fer að koma gegnumbrot sem ég hef kannski ekki séð áður. Halleluja. En Guð vil gefa okkur gegnumbrotið, má ég heyra amen. Og Jósúa féll þá til jarðar, fram á ásjónu sína laut honum og spurði, hvað skipar þú Herra þjóni þínum? Halleluja. Mér langar að benda ykkur á eitt. Ég vil meina það að þarna hafa hann séð Jesú. Leyfið mér að útskýra af hverju. Þegar hann fellur þarna fram á ásjónu sína, í öll þau skipti sem að menn falla á ásjónu sína frammi fyrir englum, þá reisa englarnir þá við og segja, þú munt ekki tilbiðja mig. Þetta er Jesús. Hlustið á mig. Hershöfðinginn sjálfur var mættur á svæðið. Talandi það að Jesú birtist víða í Gamla testamentinu. Ég trúi því að það sé verið að tala Jesú hér. Ég bara trúi því. Aftur, það er aldrei talað það að einhver maður hafi fallið fram fyrir engli án þess að engillinn reis hann við og sagt nei.
Það bara einn sem á að fá lofgjörðina. Það bara einn sem á að fá dýrðina. Halleluja. Og ég vil segja við ykkur í dag, vinir, þegar við stöndum frammi fyrir okkar Jerikó, þá getur við verið viss það að sá sem hefur sigrað allt kemur til þín. Hann með þér. Hann með brugðisverð á lofti og hann mun berjast fyrir þig ef þú leyfir honum það. Takk Jesús. Það Jesús sem að ég trú á. Halleluja. Allir liðurinn sagði. Halleluja. En staðreyndin svo að við dílum öll við einhvers konar vígi. Hvað vígi? Vígin voru náttúrulega á þeim tíma þegar þau fóru inn í Kananslanda, þá voru það náttúrulega bara borgarmúrar. En vinir, þetta hefur andlega þýðingu fyrir okkur í dag. Vígin eru margskonar. Vígi oft á tíðum bara synd sem að bankar upp á og þú verður að halla þér að henni aðeins og mikið. Það vígi. Þegar flaskan fer að vera eitthvað sem að þú leitar í á hverjum einasta degi eða nokkru sinnum í viku, þá það vígi. Þegar átfíkn getur verið vígi. Klámfíkn getur verið vígi. Vinir, það ekki bara vígi, reiði getur verið vígi. Það eru rosalega margir sem að leyfa sér að vera reiðir endalaust. Og vinir, reiðin fyrir að geta verið vígi í þínu lífi sem heldur þig frá því besta sem að Guð hefur fyrir þig. Guð vil tækla reiðina þína. Hann vil gefa þér sigur. Hann vil rífa niður þessi vígi sem að halda okkur frá því besta. Ég ætla að segja þetta hérna fyrir alla. Ís getur verið vígi. Það allt í lagi að fá sér ís einstaka sinnum, en ís á hverjum degi getur verið vígi. Allir að segja amen. Halleluja. Takk Jesús. Allt sem við höllum okkur upp að, allt sem við höllum okkur upp af sem ekki Guð, getur verið vígi. Kaupfíkn vígi. Vinir, allt sem við höllum okkur upp á sem ekki Drottinn vígi. Og vinir, þegar Guð talar það, hann vil brjóta niður vígi, að þá hann að meina þetta, það allt sem heldur þig frá því besta sem að Guð hefur fyrir þér, það vígi. Og það það sem að Guð vil jafna við jörðu. Og Guð getur gert það. Það aðeins Guð sem að getur tekið vígin okkar og hann getur jafnað þau við jörðu. Og ég ætla bara að segja ykkur það, þegar fólk að díla við áfengis eða fíkniefna, fíkna hvaða tegund sem viðkomandi verður að verða fyrir andlegri vakningu. Það ekki hægt að díla við vígi nema að upplifa andlega vakningu frá Drottni. Þannig að reyndu ekki að díla við vígin í eigin mætti. Það sem við verðum að gera að átta okkur að því að þegar vígin fara að kalla okkur, þá þurfum að fela okkur inn í klettinum. Við þurfum að hlaupa inn í klettin og kletturinn Kristur. Við þurfum að hlaupa til Drottins. Má ég heyra amen? Halleluja. Þannig að flöskan á ekki að vera eitthvað sem við leitum í, þá vera Drottinn. Meiri segja í mínu tilviki, ræktin getur verið vígi. Og ég veit að það hljómar einkennilega. En þegar ég farin að halla mér upp að ykkur, meir en ég halla mér upp á Drottni, þá það vígi. Og Guð afbrýðisami Guð. Hann vill eiga hásætið í lífið þínu. Það bara þannig. Og treystiði mér þegar þegar við áttum okkur á að leita til Drottins í öllum kringumstæðum, þá áttum við okkur líka á því að það best að lifa með friði með Guði. Í tilgangi, í von og í kærleika. Það ekkert betra í staðinn fyrir ótta og óöryggi og allt það sem að eyðimörkin hafði í för með sér. Vinir, við viljum lifa með Jesú. Við viljum lifa í einingarsamfélagi við Jesú. Má ég heyra amen? Þannig að vígin alls konar. Og eina leiðin til þess að tækla vígi, og ef við förum aftur í frásögnina með Jósúa.
eina leiðin til að tækla vívinir. Hvað gerði hann þegar hann sér mannin standarna hann með brugðið sverð? Hann fellur á fætur sínar í algjöru auðmýkt frammi fyrir Guði. Og vinni sumir vilja halda í andlitið sitt eða vilja einhvern veginn stýra málum og nei, það má enginn halda það að ég sé ekki með allt í, röð og reglu í mínu lífi og svo framvegis. Og ég ætla bara að segja ykkur það, við þurfum að gleyma hvað öðrum finnst. Það skiptir engu máli hvað öðrum finnst. Þegar þú ætlar að nálgast drottinn og þú ert með víg í þínu lífi, veit þið hvað er best að gera? Alveg eins og Jósúa gerði, það er að auðmýkja sig. Það er að auðmýkja sig. Það er að auðmýkja sig frammi fyrir Guði og fara að tilbiðja hann. Og ég ætla bara að segja ykkur, ef þið viljið sjá vígi brotna, prófið að lyfta upp nafni Jesú. Prófið að gefa honum dýrðina á hverjum einasta degi. Prófið að segja, drottinn, ég skil ekki hvernig ég mun fara í gegnum þetta en ég kýs að treysta þér. Það er það sem að Guð vil kenna okkur í þessum kringumstæðum. Og það er það sem að Jósúa gerði. Halleluja. Þannig að vinir í dag að þá þurfum við ekki að horfa á vígin sem eitthvað óttalegt. Heldur er þetta eitthvað sem að drottinn ætlar að tækla fyrir okkur. Ef við leitum hans. Ef við treystum honum. Halleluja. Og við ætlum að læra að treysta honum. Aðeins kraftur Guðs getur brotið niður í Jerikó. Það er bara kraftur Guðs. Halleluja. Og vitið hvað óvinurinn er svo duglegir að sannfæra okkur að hlutinni sé nú bara ekki nákvæmlega svona. Hefur Guð virkilega sagt. Og við förum allt í einu að efast vilja Guðs fyrir okkar líf. Og við förum að efast andlegan sannleika. Vinir, andlegur sannleikur er mikilvægari en náttúrulegur það sem við sjáum í hennu náttúrulega. Og ég held að við stundum áttum okkur ekki á því hvað er mikilvægt að vera andlega sterkur þegar við tökumst á við kringumstæður lífsins. Það er andinn þinn sem vil beygja sig fyrir drottni. Það er andinn þinn sem vil gera það sem rétt er. Og alveg eins og þið gerðu, til dæmis þegar voru í eyðimörkinni, þá þurftur að borða á hverjum einasta degi manna. Vinir, Guð vil gefa þér manna á hverjum einasta degi. Mannað er ritningarnar. Þess vegna vill hann eiga samfélag við okkur á hverjum einasta degi. Af hverju? Því að þú þarft næringu. Andlegi maður þinn þarf næringu. Og vinir, við eigum ekki að labba hér bara vera eitt í dag og annað á morgun. Við eigum að rata beinar brautir, kennir ritningin. Og hvernig getum við gert það öðruvísin að þekkja ritningarnar? Við þurfum að þekkja ritningarnar. Halleluja. Takk, Jesús. Halleluja. Takk, Jesús. Takk, Jesús. Drottinn, viltu gefa okkur rétta mynd, drottinn minn, Jesús. Hjálpa okkur til að sjá þig í öllum kringumstæðum, drottinn minn, þegar við stöndum frammi fyrir Jerikó. Ég bið drottinn að opna okkar andlegu augu hér í dag, drottinn minn. Verði vilji þinn. Verði vilji þinn. Takk, Jesús. Og það sem að Guð vill líka kenna okkur er að hegða okkur ekki eftir öll þessari. Vinir, ekki hegða okkur eins og allir hérna úti. Tökum háttaskiptum með endurnýjung hugarfarsins og reynum þá hverju vilji Guðs hið góða, fagra og fullkomna. Dýr sé þér Jesú. Vinir, hann hefur máttinn. Hann hefur alla mátt í sinni hendi. Og mér langar að leggja áherslu, farð aftur í 1. vers, alveg. Að þið vegna miskunnar Guðs bjóðið fram sjálf ykkur. Og vinir, þarna þarf þú og ég að bjóða fram sjálfa þig að lifandi þóknarlegri fórn. Þetta er val sem við þurfum að taka á hverjum einasta degi. Að bjóða okkur fram sem lifandi, heilaga fórn. Hvernig gerum við það? Við gerum það með því að koma fram fyrir drottinn í bæn á hverjum einasta degi. Áður við göngum inn í daginn að það þurfum að biðja Guð að leiða okkur. Það er lifandi, heilög, Guði, þóknarleg fórn.
Það þýðir líka þegar Guð setur okkur í kringumstæður og það er einhver leiðrétting sem er að eiga sér stað í líf okkar, að við þversköllumst ekki við, heldur við tökum leiðréttingunni og við biðjum Guð að fyrirgefa okkur, að ég minnki og hann vaxi. Það er það sem það þýðir. Og vinir, þegar við erum sem lifandi heilög fórn og altari Guðs, þá breytist hugsun okkar. Af hverju breytist hún? Út af því að við erum að breyta form. Við erum actually að breyta form. Og það sem að gerist í fórnina, hún breytist úr því að vera fórn í það að vera, hvað kemur fyrir fórnina? Hún verður að ösku. Og á ég að segja ykkur að fórnin sem að varða ösku, hún var tekin, askan var tekin út fyrir borgamúrana og hún var líf og lækning fyrir þá sem að voru með holdsveiki. Þannig að þín fórn á altari Guðs getur verið öðrum til lækningar. Hugsið ykkur, hann gefur þér fegurð í stað ösku. Hann gefur lækningu í stað ösku. Og vinir, þegar við erum að breyta form, þá er það óþægilegt. En trúðu mér, Guð mun nota það sér til dýrðar. Hann mun rífa niður öldurinn. Hann mun rífa niður múrana. Og hann mun gefa þér sigur yfir landinu. Þannig að þín lækning verður ekki bara lækning fyrir þig, hún verður lækning fyrir aðra líka. Það er það sem að Guð gerir. Og vinir, þegar við göngum í gegnum þetta líf og við stöndum frammi fyrir alls konar vígum innra með okkur. Leifum Guði að díla við það. Leifum Guði að lækna og rífa niður það sem að þarf að rífa niður. Því hann rífur niður, hann sker burt en hann græðir líka, hann gróður setur. Hann elskar okkur. Og hann vill þér allt það besta. Þannig að þegar við skoðum þessa frásögn með Jósúa, þá sjáum við 4 hluti sem hann gerir. Hann byrjar á því að vera í bæn. Hann er í íhugun frammi fyrir Guði. Hann stendur frammi fyrir víginu og hann sér vígið. Og hvað gerir hann? Hann biður Guð að leiðbeina sér. Og vinir, þegar þú stendur frammi fyrir þínu vígi, ekki bara reiða þig og eigið hyggjuvit. Farðu að biðja Guð. Biðdu Guð að hlutast til þín mál. Biðdu Guð að koma með lausn á þessum málum. Biðdu Guð að fara á undan og tækla þín mál eins og hann vill gera. Halleluja, bænin, krakkar. Og hann segir allt sem að þú biður í mínu nafni, það mun ég veita þér. Og hvernig er að biðja í nafni Guðs? Get ég þá bara beðið Drottinn, viltu gefa mig milljónir inn á reikningin á morgun og... Nei, rétt hjá þér Guðni. Þegar við biðjum í Jesú nafni, þá biðjum við í eðli Jesú. Og hvernig er í eðli Jesú? Eðli Jesú er að rífa til dæmis niður múrana í kringum hjartað þitt. Það er í eðli Jesú að biðja fyrir náungunum og blessa fólk í kringum þig. Það er í eðli Jesú að biðja að við vöxum í honum. Það er í eðli Jesú að biðja að kirkjan dafni og vaxi. Það er í eðli Jesú. Biðjum í eðli Jesú. Ekki biðja ykkur að vitleysu, biðjum í eðli Jesú. Halleluja. Númer 2. Hvað er númer 2? Þú tilbiður. Hvað gerði hann? Hann fjall fram á 4 fætur, hann fór að tilbiðja. Því hann vissi að hann var í guðlegri nálægð. Og vinir, á hverjum einasta degi þá þurfum við að hafa það sem reglu að byrja á því að tilbiðja. Af hverju skiptir svona miklu máli að tilbiðja? Út að við erum bara verur sem að tilbiðjum eitthvað. Og ef þú tilbyður ekki Guð, þá tilbyður þú eitthvað annað. Það er best að tilbyðja Guð. Það er bara þannig. Guð einn er verðugur. Og Davíð konungur sagði, ég get vakið upp morgunroðan. Hvað meinta með því? Það sem að var að meina er þegar ég byrja að lofa hann, þá kvöldi gistur og skrátur en það er gleði söngur á morgni. Þú ert að vekja upp morgunroðan.
Það það sem að lofgjör gerir. Allt í einu fer að sjást í von, allt í einu fer að sjást í lausn. Og vinir, ástæðan fyrir því að við sjáum ekki lausn út af því að við erum að horfa á okkar eigin kringumstæðum í staðin fyrir að horfa til Drottins. Og vinir, þegar við förum að horfa til Drottins, eins og Davíð konungur sagði, ég hef augu mín til fjallana. Hvaðan kemur mín hjálp? Hjálpin kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann horfði ekki á kringumstæðu sínar, hann horfði til Drottins. Og vinir, ég hveti til þess að gera það sama. Halleluja. Takk, Jesús. Númer 3. Hlýðni. Hvað sagði hersöfðingin, Drottinn Jesú, við hann? Farðu úr skónu þínum og hann gerði nákvæmlega það sem hann baði um. Vinir, hlýðni leysir út krafta Guðs í lífi þínu. Þess vegna segir Jesú, ef þú elskar mig, þá heldurðu boðorð mín. Hlýðni, vinir. Þetta er ekki spurning hvernig mér finnst eitthvað hlýðni, ég á að hlýða. Og vinir, þegar ég hlýði, þá kemur velþóknun Guðs og blessun inn í mitt líf. Hlýðni er lykill. Og bara eitt að lokum, vinir, og það er trú. Trúin leysir úr læðingi allt það sem að Guð hefur fyrir þig. Vinir, ef að Jósúa hefði ekki trúað Drottni Jesú, þá hefði hann aldrei gengið í kringum Jerikó og unnið Jerikó. Vinir, það sama gildur þig. Ef að þú veist ekki að þú ert elskaður, ef að þú veist ekki að þú ert meir en sigurvegari, þá sigrar ekki þær borgir sem að standa fyrir framan þig. En vinir, það er fyrir trú. Það er fyrir trú. Það er að vita hver við erum í Drottni. Auðkenni mitt þarf að vera það, ég er dóttir hins hæsta. Vinir, auðkenni þitt er líka, þú ert sonur eða dóttir hins hæsta. Hann elskar þig. Hann ætlar að brjóta niður sérhvert vígi. Hann ætlar að hjálpa þér að sigra landið. Og hann gerir það einni borg í einu. Hann tekur eitt vígi í einu. Hann tekur nefnilega ekki öll vígin í einu. Takk, Jesús. En hann er lifandi og hann er heilagur. Og hann þráir að gefa þér arfinn þinn. Leið mér að segja þetta aftur. Hann þráir að gefa þér arfinn þinn. Hann vil sjá þér vegna vel. Hann vil sjá þér vinna orusturnar. Hann vil gefa þér líf í gnægð. Hann vil umbreyta hugsuninni. Hann vil sjá þig dafna og vaksa. Er það ekki dásamlegt? Halleluja, rísum á fætur.